Start. Já, það þeirra með kemur sko. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 23. apríl árið 2024. Settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta bæjarstjórnarfundur númer 1493 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Það Valgarður L. Jónsson, hér talar, forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Líf Ása Skarstað, Sædís Alexía Sigmundsdóttir, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og Ragnheiður Helgadóttir. Varabæjarfulltrúi situr fundinn í stað Þórðar Guðjónssonar. Einnig sitja fundinn þeir Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og sér Steinar rita fundargerð fundarins. Við göngum til dagskrár og ég ætla að byrja á að gera þá málsmeðferðartillögu að við tökum 3 fyrstu fundarliðina saman í eina umræðu. Komið til þess að bókanir þurfum að gera að þá verði þær gerðar undir þriðja lið sem ársreikningur Akranessbauðsstaðar samstæða. En að öðru leyti verði umræðan í einni umræðu en liðirnir síðan afgreiddir hver fyrir sig af þeim loknum. Þessir liðir snúa sem sagt allir ársreikning, fyrri umræðu ársreiknings í bæjarstjórn. Fyrsti liður snýr af A-hluta, annar af B-hluta og svo þriðji ársreikning samstæðu. Þeir sem gera athugasemd við það að við afgreiðum þessi mál með þessum hætti. Enginn sem gerir athugasemd við það, þá höldum við þannig áfram. Og þá tökum við þetta fyrir. Fyrsta mál á dagskrá. Málsnúmer 2403/212, ásetningur Akrannesskaupstaðar A-hluti. En bæjarráð staðfesti ásetninga aðalsjóðs og eignasjóðs á fundi sínum þann 18. apríl síðastliðinn. Leggur til við bæjarstjórn að ásetningar aðalsjóðs, eignasjóðs, félagsafsins í Görðum og fasteignafélags Akrannesskaupstaðar vegna ársins 2023 verði samþykktir. Annar fundarliður, málsnúmer 2403/211, ásetningur Akrannesskaupstaðar 2023 B-hluti. Á þessum sama fundi bæjarráðs staðfesti bæjarráð ásetning Gámu með undirritun og lagði til við bæjarstjórn Akraness að ásetningar fasteignafélagsins EHF, Gámu, Háhita EHF, Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis vegna ársins 2023 verði samþykkt. Þriðji fundarliður, málsnúmer 2403/210, ásetningur Akrannesskaupstaðar 2023 samstæða. Og á þessum sama fundi, þann 18. apríl, staðfesti bæjarráð samstæðu ásetning Akrannesskaupstaðar 2023 með undirritun og leggur til við bæjarstjórn Akraness að reikningurinn verði samþykkt. Og við hefjum umræðu þessa 3 fundarliði á því að bæjarstjóri Haraldur Benediktsson fær orðið og fer yfir ásetningu fyrir okkur. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á fundi hlýða. Ég ætla nú að gera mitt besta að gera grein fyrir ársreikningi 2023 sem lagður hér fram til fyrri umræðu bæjarstjórn en síðar umræðu mun fara fram 14. maí en lögum samkvæmt skulu umræður ársreikning sveitarfélaga vera 2 talsins og síðar umræðu skal vera lokið 15. maí ár hvert. En í
að hafa þann háttinn á að ritari fundarins mun stýra lærisýningun, en ég mun horfa hér í klósetna mínar í ræðustólnum, þannig að ég biðst forláts á að vera ekki upplitsdjarfur. En það nú samt þannig að það ástæða til þess að vera upplitsdjarfur með þennan reikning og ég verði niðurlútur í ræðustólnum. Ég vil í upphafi ágætu bæjarfulltrúa að segja að það ekki alveg einfalt að ná þeirri niðurstöðu sem við erum að sýna hérna í dag í því umhverfi sem við erum. Hér, og ég þarf ekki að lýsa því fyrir bæjarfulltrúum, í hávaxta eða hér eru háir vextir sem að þýddu það að eftirspurn eftir byggingarrétti og lóðum dróst verulega saman. Við erum með hækkandi verðlag í landinu og verðbólgu og þannig ekki gott rekstrarumhverfi að ná kannski allavega þeirri niðurstöðu sem að við erum að ná hér í dag og þess vegna finnst mér ástæða til að nefna þetta hérna í upphafi að byrja að skoða reikningi líka í því ljósi að ýmsar aðstæður í hagkerfinu er ekki með okkur. En rekstrarniðurstaða ársins 319 milljón króna hagnaður af samstæðunni og við förum í fyrstu myndina sem það sem við getum kallað brúarmynd. Við erum á þessari mynd getum við hort áraftur í tíman frá því að við vorum með ársreikning hér fyrir ári síðan sem var niðurstaða upp á 101 milljón króna í mínus. Yfir í það að við skilum 319 milljónum í afgang á þessu ári og ef við rekjum okkur frá vinstri til myndinni þá sjáum við þarna hærri skatttekjur og aðrar tekjur sem að síðan nagast niður með hærri launagjöldum, annar rekstrarkostnaði, hærri afskriftum og fjármagnsliðir eru aftur hagstæðir, óregluliðir hagstæðir 146 milljónir og niðurstaðan 319 og þar með sagt að útskýringin hér og eftir fyrir að útskýra þessa mynd, en ég bið ykkur að muna að launagjöld eru þarna með lífeyri skuldbindingu. Og ef við förum í næstu mynd og horfum á rekstrartekjurnar, rekstrartekjur samstæðu árinu námu samtals 11.700 milljónir króna, aukast 16% á milli ára. Þar af hækkar útsvar og fasteignaskattur rúma 781 milljónir sem nemur 12,9%, framlögin jöfnunarsjóðs tæpa 527 milljónir króna eða 30%. Og það ástæða til þess að staldra við þessa miklu hækkun jöfnunarsjóðs. Það gerðist á árinu að það var aukin framlög vegna málaflokks fatlaðra og við komum nánar því seinna hér í kynningunni í dag. Það líka ástæða til þess að vekja athygli á því að almennt það þannig með hagvaxtarspár á Íslandi að það getur verið erfitt að meta hagvöxt í landinu í mikil uppsveiflu og það var sannarlega mikil uppsveifla á liðnum 2 árum í okkar hagkerfi. Hagvöxtur var 8,9% samkvæmt upplýsingum úr greinargerð fjármálaáætlunar sem liggur fyrir Alþingi núna og 8,9% hagvöxtur þýðir að það eru meiri skatttekjur hins opinbera og jöfnunarsjóður hefur hlutfall af þeim skatttekjum og þess vegna ber að skoða þessa 30% hækkun líka í ljósi þess að það var einfaldlega meiri þróttur í efnahagskerfinu okkar. Þá förum við á næstu glæru og horfum á samstæðureikning rekstrargjöld. Rekstrargjöld af samstæðu árinu 2023 námu samtals að meðtöldum afskriftum 11.898 milljónir króna eða hafa aukist 13,1% á milli ára. Þar að hækka launagjöld án lífeyrisskuldbindinga 889 milljónir eða sem nemur 13,4%. Lífeyrisskuldbindingin hækkar 8 milljónir sem nemur 3,5% en annar rekstrarkostnaður hækkar 417 milljónir eða 13,8%, afskriftir aukast 53,6 milljónir milli ára eða 22,2%. Rekstrargjöld án afskrifta aukast í 1324 milljónir milli ára en rekstrartekjur aukast á sama tíma 613 milljónir og eru því rekstrartekjur aukast 288 milljónir króna umfram rekstrargjöld á tímabilinu og það alveg ástæða að staldra við það að við náum í í þessum miklum kostnaðarhækkunum að tekjurnar uxu meira og náum að halda
hluta af þeim eftir í okkar bókum. Á næstu mynd áfram samstæðureikninginn og rekstrarafkomuna. Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði sem nú grunntala í okkar reikningum og mikilvægt að horfa til. Jákvæð sem nemur 117 milljónum króna en var neikvæð í fyrra sem nemur 157 milljónum króna. Og árunum 2020 til og með 2023 var rekstrarafkoma jákvæð fyrir óreglulega að meðaltali 248 milljónir króna. En talsvert sveifla hefur verið á hlutfalli rekstrarafkomu og rekstrartekjum en það var jákvætt 3,3% árinu 2021 fyrir yfir það að vera neikvætt 1,6% 2022 en nú á árinu 2023 er það jákvætt eins og áður segir og við skulum halda áfram. Og þá kemur mynd þróun rekstrarafkomu, hort tilbaka, rekstrarafkomu teknu tilliti til óreglulegra liða, jákvæðum sem nemur 319 milljónir króna árið 2023. Óreglulegir liðir á árinu 2023 voru samtals tekjur af fjárhæð 202 milljónir króna. Það tilkomið vegna gatnagerða tekna vegna þéttingu byggða sem námu 175 milljónir króna og söluhagnaðar eigna sem námu 270 milljónir króna. En á móti koma gjöld vegna niðurrifs eigna og gjaldfært lífeyrisskuldbindinga. Ef ég fer aðeins nánar í þessa tölu því að hagnaður kannski ekki alltaf sami hluturinn en það má segja að verulegur hluti af þessum 319 milljónum króna séu tilkomin vegna reikningsskila og það skiptist á kannski þannig að það sem að óreglulegi liður samtals tekið 202 milljónir króna. Þar eru gatnagerðar tekjur vegna byggðar sem námu 175 milljónir króna eins og áður segir og söluhagnaðar eigna 270 milljónir. Af þeim söluhagnaði færsla á Akraneshöllinni frá fasteignafélagi Akranes yfir í eignasjóð sem myndar færslu eða myndar söluhagnað í rekstri fasteignafélagsins upp á 197 milljónir króna og það hefur talsverð áhrif á rekstrarniðurstöðu samstæðunnar. Söluhagnaðar annar eigna 73 milljónir króna þess að það voru seldaðar íbúðir í eigu bæjarins sem voru þar af leiðandi ekki bókfært verð þeirra var ekki endurspegla verðmæti þeirra þess að mynda söluhagnaðar og niðurstaðan í þessa gjöld færð og óreglulega liði eru niðurrif eigna líka vegna eigna 117 milljónir króna og gjaldfærð lífeyrisskuldbinding A-deildar brúar að fjárhæð 126 milljónir króna. Það ástæða til þess að ég vek aftur athygli á því að stórhluti hagnaðar eða afgangsins í ár sem sé reikningsaðferð eða reikningsskila aðferð vegna tilfærslu eigna innan eignasjóða og söluhagnaðar og eignum sem við vorum að leggja frá okkur en voru áður bókfærðar að lægra verði. Þegar fyrir með næstu mynd þá að þróun efnahagsreiknings heildareignir í árslok nema 20.351 milljónir króna og hækkun 3,7 milljarða króna milli ára. Þar af aukast fasta fjármunir 3,2 milljarða, skammtímakröfur hækka 534 milljónir, handbært fé lækkar 433 milljónir og skuldir og skuldbindingar samstæða í árslok nema 10,5 milljörðum króna en þær hækka 3,2 milljarða eða 3.277 milljónir króna milli ára og skuldir við lánastofnanir í árslok 946,5 milljónir og hækka 177 milljónir króna. Lífeyrisskuldbinding nemur í árslok 4.558 milljónum en hún hækkar 374,6 milljónir frá fyrra ári. Eigið fé árslok nemur 9.795 milljónum og eiginfjárhlutfall í árslok 48% og lækka því með 8% stig frá fyrra ári og við förum nánar út í útskýringar á þessum liðum á næstu myndum og við förum fyrst yfir lífeyrisskuldbindinguna sem nemur í árslok 4.558 milljónir króna og hækkar eins og áður segir 374 milljónir og þar hafi greitt
lífeyrisskuldbinding 235 milljónir króna og sem hækkar 28 milljónir á milli ára eða frá fyrra ári. Það ástæða til að staldra við þessa mynd að þetta svona eilíðar verkefni okkar í rekstri Akraneskaupstaðar, háar eftirlaunaskuldbindingar, að það rétt og enn og aftur að vekja athygli og það sitt hvað greiðsla lífeyrisskuldbindinga og síðan bókfærða lífeyrisskuldbindingar og við getum kannski farið í nánari umræður hvernig ná að meðhandla slíkar skuldbindingar til lengri tíma þegar við förum í framtíðarhorfur í rekstri bæjarfélagsins en þetta í það minnsta eins og við birtum það í reikningum okkar nú ef við förum í næstu mynd í samstæðureikningur og sjóðstreymi og sjáum við þróun á handbæru fé rekstrarárinu nemur 600 eða handbært fé fyrir rekstrarárinu nemur 657 milljónir krónur og lækkar 814 milljónir á milli ára nemur lækkunum 55,3 milljónir. Þetta fyrst og fremst endurspeglast í framkvæmdum sem við komum nánar að síðar. Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins nema tæpum 3,3 milljónir króna og hækkað því 1527 milljónir króna milli ára, þar nemur fjárfestingi varanlegum rekstrarfjármunum 3.511. Fjármögnunarhreyfingar tímabilsins nema 2,2 milljónir króna og þar námu afborgunin langtímalán 256 milljónir króna og lífeyrisskuldbindingin 235 milljónir. Handbært fé í árslok nemur 372 milljónir króna en nema 805 milljónir króna í árslok 2022 og hefur því lækkað rúmar 433 milljónir króna eða 53,8%. Fulltrúar þekkja vel þann stóra og mikla framkvæmda stabba sem við stöndum í. Bærinn kom mjög vel næstaður inn í þær miklu framkvæmdir mikið með sterka lausafjárstöðu en sannarlega fer að ganga á þessa lausastöðu og liðnu ári var gengið á lánalínu sem að tekin var hjá Íslandsbanka. Það hafa síðan standa fyrir dyrum að gera langtíma fjármögnun á það framkvæmdir. Við höfum aðeins hinkrað með það einfaldlega vegna ástands á lánamörkuðum en við getum kannski ekki alveg beðið með það mjög lengi en við höfum í það minnsta tækifæri og þrek til þess að bíða enn og sjá því að enn staða sjóðstaða bæjarins með þeim hætti að við getum leyft okkur að bíða hagstæðari tíma í þeim efnum og ég held að það sé geysilega verðmætt að festast ekki inn í langtímalánum með mjög háum vöxtum. Veltufé fyrir rekstri síðan sýnt á næstu mynd og hún endurspeglar veltufé fyrir rekstri á B-hluta og það aðeins að batna á liðnu ári frá fyrra ári þó við höfum ekki náð sömu stöðu og 2021 sem að hún var þá 16,98% en núna 12%. Veltufé fyrir rekstri því á árinu 1177 milljónir 362 milljónir króna. Við fyrir á næstu mynd. Þá koma vel í ljós þessar miklu fjárfestingar sem að Akraneskaupstaður stendur á þessum tímum. Gengur núna yfir, eins og ég segi áður, stórt framkvæmda tímabil og á sama tíma og við erum í þessum miklu fjárfestingum draga saman sala byggingarétt eða sala lóða og þannig að það rífur þá enn frekar í en stóru verkefnin okkar eru skólarnir og íþróttamannvirki og glögglega má sjá á þessari mynd að hvernig samhengi áætlana og raunframkvæmda en ég vek sérstaka athygli á því að þarna vantar áætlun fyrir byggingaland en byggingaland keypti Akraneskaupstaður á liðnu ári með fjármunum sem voru lagðir til hliðar í áætlunum árið þar á undan þess vegna kemur þessi mynd út með þessum hætti rétt að vekja athygli á því en fjárfestingarhreyfingar eru 3,5 milljarður króna og mér til efs að jafnhátt hlutfall af tekjum sveitarfélags hafi gengið til fjárfestinga á einu ári eins og raun ber vitni hér í okkar kaupstað. Og áfram lykiltölur, fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður hækkaði frá fyrra ári
hann jákvæður sem nemur 796 milljónir króna í árslok 2023. Samanlögð rekstrarafkoma síðustu 3 ára fyrir óreglulega liði, meðal annars uppgjör og lífeyrisskuldbindingu, nemur samtals 269 milljónir króna samanborið við 131 milljónir króna í lok árs 2022. Á árinu 2021 var fjárhæðin 908 milljónir. Skuldaviðmið, það er að segja heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta sem hluta af reglulegum tekjum, fer hækkandi og nemur 52% í árslok 2023 og hámarkið. En vert að vekja athygli á því að hámarkið sem sýnt þarna á gullinu í fjármálareglum sveitarfélaga 150%. En góðu fulltrúar, ég leyfi mér á þessum stað í kynningunni að segja að fjármálareglur sveitarfélaga sem leyfa slíka skuldsetningu þýða einfaldlega það að sveitarfélag verður að hafa gríðarlega sterkt þjóðstreymi og mikla fjármuni frá rekstri sínum til að standa undir slíkum skuldum ef það að fara í 150%. Ég held að við séum komin á algjörlegan topp á skuldsetningu áður en við þurfum að fara að gera mjög drastískar aðgerðir í okkar rekstri til þess að ráða við slíka skuldsetningu. En það gerum við saman með opin augu og að vandaðri áætlanagerð sem að ég veit að við sameinumst en þetta vildi ég aðeins vekja athygli á að fjármálareglurnar séu með þessum hætti. Sannarlega eru þær ekki í gildi núna en þær fara að taka gildi á næsta ári og þess vegna skulum við hafa þær í huga þegar við förum yfir ársreikninginn. Það er mikilvægt. Áfram með lykiltölur, þróun lykilstærða og þarna sést skuldahlutfall, það er að segja skuldir sem hlutfall af rekstrartekjum. Það er markvisst hækkandi sem komið þetta í 90% og eiginfjárhlutfallið hefur á sama tíma farið hækkandi frá því að standa í 50% árið 2017 yfir í það að standa í 58% í árslok 2021 en lækkar þá lítillega 2022 í 56% og áfram lækkar það núna niður í 48%. Sterk eignastaða myndi ég nú segja að væri skilaboð þessara mynda en þá komum við á því sem að helst kannski vandamál í okkar rekstri, við getum orðað með þeim hætti sem framlegð rekstrarins og þetta verkefni sem að bæjarstjórn að glíma við. Ég held að sé ágætt að segja það bara berum orðum í kynningu ársreikningi að það í gangi vinna með KPMG sem að bæjarstjórn ákvaða að fara í setningu fjárhagslegra markmiða. Það fyrst og fremst framlegðarstigið eða EBITDAn sem að valda okkur vandræðum eða frávikum frá almennum fjármálareglum sem ég var að ræða hér áðan. Þó hún sé að batna í 1,7% eða sé 1,7% í árslok núna og sannarlega betri heldur hún var fyrir ári síðan. Þá þurfum við að ná þessari tölu í 7-8% til þess að og jafnvel herra til þess að hafa hér gott streymi fjármagns til þess að ráða við mikla skuldsetningu og mikla framkvæmdir. Það líka ástæða til þess að nefna það hér að við getum haft alls konar skoðanir á hvernig við erum að birta skuldsetningu sveitarfélags og ég nefndi lífeyrisskuldbindingarnar áðan á þess að það eigi kannski erindin í þessu umræðu. Þá ætla ég að leyfa mér það forseti að segja það enn og aftur hér. Ég ekki sammála því hvernig við erum að færa lífeyrisskuldbindingar í bækur sveitarfélaga þar sem að mikill munur á skuldbindingum, reiknuðum skuldbindingum og greiðslum og að við getum ekki þá fært það sem hefðbundnar skuldir í okkar bækur en þetta hefur allt saman áhrif á framleiðarstig sveitarfélags. Þetta önnur umræða en við skulum ekki gleyma því að við megum líka vera gagnrýnin á hvernig framsetningin og muna þá það að við erum ekki í neitt svo slæmri stöðu þó sem við erum að glíma við þetta og þetta sé sannarlega verðugt verkefni. En áfram með samstæðureikninginn og lykiltölur og þróun veltuhlutfalls sem þá geta sveitarfélagsins til þess að greiða skammtímaskuldir og við myndum helst vilja sjá þetta stig vera 1 en erum í 0,6 og veltuhlutfallið á sína hæfi samstæðuna til þess að inna hendi nauðsynlega greiðslur næstu 12 mánuðum og ætti helst að vera 1 eins og áður sagði en ég vil líka
segja þessa mynd að öllum framtíðarhorfum þessa sveitarfélags skulum við líka muna það að það á heilmikið inni í sölu byggingaréttar og við erum að undirbúa okkur með fjárfestingum á þessum árum til þess að takast á við framtíð sem að getur á tiltölulega stuttum tíma rétt af fjárhag bæjarins. Aldrei gleyma því þó að við viljum að sjálfsögðu sína varfærni hér. A-hluti þróun rekstrarteknanna, stöflaritt sem er þá niðurstaða hlutasamstæðunnar og segir hér í mínum glósum eða segir hér myndin sem að sýni þessa þróun, ég ætla ekki að rekja hana neitt nánar en umfram það sem að stendur hér á myndinni, það er aftur dregin fram hækkun og framlögum jöfnunarsjóðs sem ég gert að umtalsefni hér áðan og þróun skatttekna, útsvars og fasteignaskatta á milli ára og ég vil í það minnsta kveikja þau viðvörunarljós núna þó að jöfnunarsjóður hafi hækkað 30% á milli ára og skatttekjur aukist verulega, þá óvarlegt að gera ráð fyrir slíkum jafn miklum vexti á næstu árum í þessum tekjustofnum. Leiðir það að eðli máls af aðstæðinu samfélagi. Nú hafa sem betur fyrir náðst samningar á almannamarkaðnum. Við bíðum enn eftir samningum á opinbera markaðnum sem að kannski geta leitt til þess að við getum haft svona traustari framtíðarsýn í okkar áætlunargerð. Þá það næsta mynd A-hluta, laun og launatengd gjöld og hvernig þau eru að þróast. Á árinu 2023 voru launagjöld utan lífeyrisskuldbindinga alls 6.333 milljónir króna. Lífeyrisskuldbindingin nam 518 milljónir króna. Hlutfall launa með lífeyrisskuldbindingu var 66,2%. En hlutfall launa án lífeyrisskuldbindinga var 61,2%. Launagjöld hækka 754 milljónir króna frá árinu 2022 eða 13%. Laun og launatengd gjöld hafa hækkað 2.595 milljónir króna á árinu. Frá árinu 2018 eða 69,5%. Launavísitalan á sama tíma eða frá árinu 2018 hefur hækkað 52,7%. En jákvæði við þessa mynd að laun hafa aðeins gefið eftir sem hlutfall af okkar tekjum. Og þá það annar rekstrarkostnaður A-hlutans. Myndin að sýna raunveru sömu niðurstöðu að annar rekstrarkostnaður sem hlutfall af tekjum hefur líka gefið aðeins eftir á milli ára. Sem endurspeglar það sem ég sagði hérna upphafi að tekjur jukust meira en útgjöldin. En annar rekstrarkostnaður hefur hækkað 1.533 milljónir frá árinu 2018 88,8%. En á árinu 2023 var annar rekstrarkostnaður 3.302 milljónir króna eða 32% tæplega af rekstrartekjum. Og við höldum áfram. Þá erum við komin að samantekti sem við birtum því reglulega málaflokk málefni fatlaðra, rekstrarafkoma ársins 2011 til 2023 og samkvæmt okkar niðurstöðum að endurskoðuðu bókhaldi og birtum reikningin þá birtist hann með þeim hætti að hallinn sé 388 milljónir króna eða sem sagt útgjöld umfram það sem við merkjum sér sérstakar tekjur til málaflokksins. Ég ætla aftur að vekja athygli á því að núna í tvígang hefur verið gerð breyting á reglum jöfnunarsjóðs og tekjustofnum sveitafélaga til þess að fjármagna verkefnið og við þurfum að fara í nánari greiningu á hvaða áhrif það hefur á okkar rekstur og síðan það ekkert síður okkar verkefni að ná betur utan þann kostnað sem í kringum málaflokkinn. Það eru margar skýringar, margar ástæður fyrir margar breytur ætla ég að segja hér á bakvið þetta. Getur líka fylgt bara hvernig hópurinn okkar samsettur og fjölmargir aðrir þættir. En ég held að sé ákaflega mikilvægt að fylgja eftir ágætri vinnu Sambands íslenskra sveitarfélaga þetta málefni og þeirri vinnu sem hafi verið unnin hér á liðnu ári hjá Akraneskaupstað sömuleiðis. Þannig að við séum að ná leggri sýn á kostnað málaflokksins.
Og þá erum við komin á mynd sem er fyrst og fremst bara upplýsingamynd hlutverk aðalsjóðs. Umsjónum með hefðbundinni starfsemi sveitarfélagsins sem lýtur fyrst og fremst að lögbundnum verkefnum og verkefnum þess og heyrir sjóðurinn beint undir sveitarstjórnarstarfsemi aðalsjóðs að mestu fjármagn af skatttekjum og síðan kemur þarna sundurliðum rekstrartekjur ársins námu 10,3 milljörðum og eru því tæpum 1.035 milljónir króna hærri en áætlanir viðaukinn gerir ráð fyrir. Auknir Ég beðist nú bara að follow, það stafsendingavillur í glærunum, en hérna einhvern tíma verðum við að ná að fá málkvíld, það nefnast við stafsendingavillur. Sorry. Já. Já, ég beðist follow á þessu, en ég bara byrja aftur rekstrartekjur ársins námu 10.389 milljónir króna og því tæpum 1.035 milljónir króna hærri en áætlanir með viðaukum gerir ráð fyrir aukning á öllum tekjuliðum aðalsjóðs en tekjum vegna útsvars og fasteignaskatt eru 385 milljónir króna hærri en áætlanir með viðaukum gerir ráð fyrir vegna hærri framlaga frá jöfnunarsjóði en greiðslur voru 370 milljónir króna hærri en áætlanir gerir ráð fyrir aðrar tekjur og einnig umfram 281 milljónir króna. Rekstrarútgjöld tímabilsins námu 10.811 milljónir króna. Áætlanir höfðu gert ráð fyrir rekstrargjöldum að fjárhæð 9.913 og rekstrargjöld í samtals 898 milljónir króna yfir áætlun tímabilsins. Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði er neikvæð sem nemur 422 milljónir króna. Fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld námu 1.304 milljónir króna og því rekstrarniðurstaða ársins fyrir óreglulega liði jákvæð sem nemur 882 milljónir króna en áætlanir höfðu gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu af fjárhæð 366 milljónir króna í rekstrarafkomu tímabilsins. Eignir í árslok nema 17.762 milljónir króna og skuldir og skuldbindingar nema samtals 7.538 milljónir króna og eigið fé nemur því 10.225 milljónir króna. Og þar næst kemur mynd sem sýnir ráðstöfun skatttekna til málaflokka og sýnt birt hérna hlutfallslega eða hlutfallstölur sem draga það fram að 46% af skatttekjum fara til fræðslu og uppeldismála. Þar næst kemur félagsþjónustan með 24,6% af heildarskatttekjum. Áfalli lífeyrisskuldbinding 6,5% af heildarskatttekjum, æskulýðs- og íþróttamál 10,8% og sameiginlegur kostnaður sem nemur þá 6,8% af sem hlutfalla heildarskatttekjum aðalsjóðs. Og sjóðir B-hluta með sama hætti, sjóðir A-hluta með sama hætti, eignasjóður er alfarið í eigu Akraneskaupstaðar og hefur höndum umsýslu fastafjármuna sem nýttir eru fyrst og fremst aðalsjóði sveitarfélagsins. Eignasjóður annast meðal annars framkvæmdir nýbyggingar, rekstur fasteigna og annarra mannvirkja fyrir hönd Akraneskaupstaðar. Rekstrartekjur sjóðsins námu 1.315 milljónir króna. 1.315 milljónir króna á árinu og rekstrargjöld á sama tíma 1.129 milljónir króna. Fjármagnsliðir voru neikvæðir sem fjárhæð 531 milljónir króna og óreglulegi liðir voru tekjur af fjárhæð 248 milljónir króna sem kom til vegna gatnagerðar, gjalda vegna þéttingu byggðar og sölu hagnaðar eignum og rekstrartap nam 96 milljónir króna. Eignir í árslok 6,6 milljarðar króna og skuldir á sama tíma 5,8 milljarðar króna og eigið fé 818 milljónir króna. Fasteignafélag Akraneskaupstaðar. Fasteignafélag er í fullu eigu Akraneskaupstaðar, 99% með beinni eignaraðild og 1% í einkahlutafélags sem Akraneskaupstaðar á einnig að fullu sem er Háhiti og tilgangur félagsins er tilgangur fasteignafélags Akraneskaupstaðar er eiga og reka fasteignir, stunda eignaumsýslu ásamt tengdum rekstri. Rekstrartekjur námu á árinu 220 milljónir króna, rekstrargjöld á sama tíma 154 milljónir króna og fjármagnsliðir neikvæðir 423 milljónir króna. Rekstrartap nam 160 milljónir króna, eignir í árslok námu 5,2 milljónir króna, skuldir á sama tíma 4.992 milljónir króna og eigið fé í árslok 225 milljónir króna. Sama skapi er gert grein fyrir byggðasafninu á Görðum þar sem að
helstu tölur eru að rekstrartekjur ársins námu 78,8 milljónir króna, rekstrargjöld 79,3 milljónir króna, þannig að rekstrarniðurstaðan neikvæð 400.000 og eignir í árslok námu 83,4 milljónir króna. Skuldir á sama tíma 10,6 milljónir, eigin fé nam 72,8 milljónir. Og sjóði B-hluta. Fasteignafélags Akraneskaupstaðar í fullu eigu kaupstaðarins, taparekstri félagsins nam 18.000 krónur, eignir í árslok námu 274 milljónir króna, skuldir voru engar og eigið fé árslok 274.000 og Gáma fullu eigu Akraneskaupstaðar, félagið sem eru rekstur á móttöku við sorpúrgang íbúa Akraness, rekstrartekjur námu 118,5 milljónir króna, taparekstri félagsins var 800 milljónir króna, eignir í árslok 34,6 milljónir, heildarskuldir 34,1, eigið fé árslok var jákvætt 500.000, háhiti er að fullu eigu Akraneskaupstaðar og tilgangur félagsins er þarna lýst, en tap var að rekstri háhita árinu sem nam 252.000 krónum, eignir félagsins námu 28.000 krónur og skuldir 2.533 og eigið fé var neikvætt 2.505.000 króna. Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili, eignarhluti Akraneskaupstaðar í Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili nemur 90%, á móti Hvalfjarðarsveit, tekjur Höfða námu á árinu 1.462 milljónir króna, gjöld á sama tíma námu 1.488 milljónir króna, rekstrartap tímabilsins var 155 milljónir króna, eignir í árslok 845 milljónir króna og skuldir námu 777 milljónir og eigið fé Höfða því 71 milljón króna. Og síðan kemur yfirlitsmynd rekstrarafkomu Höfða síðastliðin ár. Þetta mikilvæga félag okkar aðeins að segja bara hér í lokin á þessari kynningu að við getum með stolti horft til þessara félags en rekstrarniðurstaðan okkur eðlilega eilítil vonbrigði, en hún helgast fyrst og fremst af umfangsmiklum viðhaldsframkvæmdum sem að ráðist var í árinu og einnig öðrum framkvæmdum sem að þýddu það að við gátum ekki fullnýtt öll rýmin sem að þar eru og það bitnar eðlilega á tekjum félagsins eða tekjum heimilsins. Þannig að þessi mínustala á að mínu viti sér eðlilega skýringar. En ágætu fundamenn, það líður að lok þessara kynningar sem að er löng og mikil og ég veit að bæjarfulltrúar hafa lesið mjög ítarlega, en mér langaði undir lok kynningarinnar að birta hér eina mynd sem að dregur þessa talnarunur allar saman og birta hér kannski til samanburðar af því að sveitarfélög gera ekki öll upp með sama hætti. Við höfum valið í að gera upp með þeim hætti að við gerum upp okkar rekstur og við tökum inn í okkar bækur arð eða ekki arð af okkar hlutdeildarfélögum eða félögum sem eru í okkar samstæðu eða samrekstur eða eignarhaldi, meðan önnur sveitarfélög hafa samstæðu sem eða gera upp með samrekstraraðilum og á þessu getur verið nokkur munur. Hann var sérstaklega mikill í fyrra í staðið fyrir þess að hafa sýnt afkomu fyrra sem var -101 milljón króna. Hefðum við með þessari reikningsskilaaðgerð eða aðferð að gera upp sem samstæðu með samrekstraraðilum sýnt jákvæðan afgang upp á 515 milljón króna. Í ár hefði samskonar uppgjör sýnt aðeins betri afkomu en það vil ég segja að ég held að okkar aðferð meðan að við gerum upp með þessar aðferð sem við erum að beita hér endurspegli miklu frekar og miklu raunsamari lýsingu á raunverulegri afkomu bæjarfélagsins. Að endingu bara hér birt mynd af rekstrarreikningi ársins sem að mínu viti sýnir glögglega afkomu bæjarsjóðs og helstu kennitölur sem að við þurfum að glöggva okkur á, en að endingu bara aðeins þetta að rétt eins og ég kom inn á hér í þessari kynningu, bara svo ef þú vilt sýna myndina, að
að öllu samanlögðu í því umhverfi sem við erum, þá finnst mér afkoma og niðurstaða reksturs Akraneskaupstaðar á árinu 2023 vera framar vonum. Rétt ár síðan að ég kom hér í starf, þá var verið að ganga frá ársreikningi sem fyrir árið 2022 sem sýndi 101 milljón króna í mínus, og við sátum yfir áætlunum næstu mánaða, þá stefndi ekki í góða niðurstöðu, en síðan fóru nú að falla með okkur ýmsir þættir og við erum búin að gera grein fyrir þeim hér, en verkefnið okkar stóra hér áfram að halda áfram að ná betri sýn og betri tökum á rekstri bæjarfélagsins, og þar vil ég segja að fyrst og fremst að hrósa bæjarstjórninni fyrir þann ásetning sinn, og að endingu að þakka hér starfsmönnum Akraneskaupstaðar sem að sjá bókhald Akraneskaupstaðar og gera ársreikninginn, stilla honum upp endurskoðanda og þeim sem að halda hér utan fjármuni bæjarfélags, og þannig mikilvæga þátt í starfseminni. Fólki vil ég hrósa sérstaklega fyrir gott starf og vönduð vinnubrögð og þakka fyrir það. Og það ástæða alltaf að hrósa því sem að vel gert. Þó það blási líka á móti, þá þetta ekki alltaf einfalt mál. En ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka ykkur sömuleiðis samstarfið við reksturinn á síðastliðnu ári og læt þessari kynningu minni hér lokið. Takk. Takk hérlega bæjarstjóri fyrir mjög góða og skýra yfirferð yfir ársreikning Akraneskaupstaðar 2023. Og þá opnum við á umræðu og það bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir má okkur hlýða. Ég ætla ekki að fara mikið yfir þessa reikninga. Bæjarstjórinn okkar Haraldur Benediktsson hefur farið mjög vel yfir tölurnar, þannig að við erum búin að sjá þær, og ætla ég að þakka honum kærlega fyrir hans yfirferð og einnig að taka undir þakkir hans til starfsmanna bæjarins sem að hafa komið að þessu endurskoðendum, og sérstaklega langar mig að færa þakklæti til fjármáladeildarinnar fyrir það að setja þetta svona vel upp fyrir okkur, og eins líka þau framfaraskref sem að hafa orðið hjá fjármáladeildinni að kynna okkur stöðuna sem sagt hverju sinni frá mánuði til mánaðar, þannig að við erum í rauninni vel meðvituð hvað að gerast í bókhaldinu. En að reikningunum að það gott að við erum að sjá jákvæðar breytingar frá því síðasta ári, ársreikningunum fyrir 2022, þrátt fyrir í rauninni hversu miklar hækkanir í rauninni voru á síðasta ári, og þar sem að voru miklar launahækkanir og þar sem að okkar útgjöld að stærstu hluta eru laun, að þá þetta, vil ég meina, mjög góð niðurstaða fyrir okkur. Vissulega fáum við aðeins hærra útsvar á móti en þeirra hækka laun líka, en þetta vegur svo þungt
í okkar rekstri og náttúrulega önnur gjöld, alla vörur og allt, þjónustu og allt hefur náttúrulega hækkaði mikið. Þannig að eins og ég segi, þetta var mjög ánægjuleg útkoma hjá okkur. Þrátt fyrir í rauninni að framlegðin, eins og bæjarstjórinn kom hér inn á hjá okkur, ekki eins og menn vilja sjá hana, að við í rauninni erum reksturinn okkar, hann í rauninni ákveðið svona sem við þurfum alltaf að hugsa því að við viljum náttúrulega hafa sjálfan þann sem við kallum rekstur sveitarfélagsins í plús, en við erum ekki alveg þar. En svo þetta alltaf spurningi með tekjurnar. Við höfum þó nokkuð miklar fjárfestingar, fjármunatekjur, þannig að einhverra hluta vegna erum við bara á góðum stað í rekstrinum og höfum verið svona megninu til undanfarin ár, þrátt fyrir þessa lágu framlegð. Það kom hérna fram hjá bæjarstjóranum að fjárfestingar hjá okkur eru í sögulegu hámarki. Ég held að það hafi ekki verið eins mikla framkvæmdir í gangi og allt veldur þetta miklu álagi á starfsfólkið og það verður náttúrulega til þess að við þurfum að auka í sjálfu sér útgjöldin í kringum framkvæmdirnar, þannig að við höfum að öllu leyti, tel ég, staðið okkur vel í því og hingað til höfum við náð að framkvæma þessar fjárfestingar fyrir okkar eigið fé. Þannig að við höfum ekki tekið mikið af lánum, en það nú kannski að breytast því að við höfum fengið í rauninni meira heldur við ætluðum að gera, eins og allir vita. Við höfum þurft að fara í endurbætur á mannvirkjum Fljótsstaða. Við erum að byggja nýja innviði. Lykiltölur koma vel út, sagði bæjarstjórinn, að undanskildu kannski þessari framlegðar lykiltölu. Það hefur verið sagt í þessum ræðustól, held ég oftar en einu sinni, að eina af þeim tölum sem við, nú ég ekki kannski besti maður að fullyrða það, en það hefur allavega verið sagt hér að eina af þeim lykiltölum sem við höfum að horfa á veltufé frá rekstri, og það hefur sýnt sig að undanfarin ár höfum við bara sýnt góða útkomu í því, þannig að ég held ég fara að trúa því sem að hefur verið hér sagt, að þetta sé eins stærsta lykiltalan hjá okkur. Bæjarstjórinn kom inn á einn málaflokk sem að við höfum rætt áður og munum sennilega ræða áfram, en það þetta með ríkið, að það hefur ekki
að okkar mati sveitarfélagana staðið við að færa tekjur fyrir raunkostnaði með þeim málaflokkum sem þeir hafa fært yfir á okkur og bæjarstjórinn kom inn á málaflokk fatlaðra. Við höfum haldið því vel til haga hver skekkjan og það ekki til þess að létta okkur reksturinn þegar að ríkið leggur á okkur auknar kvaðir á þess að fé fylgi því. Þess vegna þurfum að vera á varðbergi gagnvart ríkinu því, en það má segja ríkinu aðeins til tekna að það var farið í ákveðna úttekt og það var gerð breyting núna 1. janúar á aukning á tekjum til málaflokksins og mun það sennilega svona fara að koma í ljós hvort að það er að komast á eitthvað jafnvægi en endalegt upp á málaflokknum eftir, þannig að við viljum meina að við menn þá inni hjá ríkinu. Eitt sem mig langar að vekja athygli á að við höfum svolítið stóran post sem heitir lífeyrisskuldbindingar og bæjarstjórinn fór vel yfir það í sinni ræðu, en viljum vekja athygli á einu sem ég hef verulegar áhyggjur af, að við höfum alltaf verið að tala B-deild í lífeyrisskuldbindingunum og nú að raungerast það sem að margir höfðu áhyggjur af, en var sagt að við þyrftum ekki að hafa áhyggjur af, að nú A-deildin komin á þann stað að það farið að rukka sveitarfélögin fyrir hallanum á þeim rekstri og hjá okkur hér á Akranesi útkoman svo að bæjarsjóður rukkaður 87,6 milljónir króna og ef ég man rétt var höfði rukkaður 38 milljónir. Þannig að þetta eru stórar upphæðir sem að við lendum í að borga, sem að okkur finnst kannski ekki sanngjarnt. En það hefur áhrif hjá okkur og við gætum sannarlega gert margt fyrir 87 milljónir, annað heldur en að borga þarna inn. Annað sem að kemur fram í skýringum með reikningunum það félagsþjónustan svona að hækka og stór póstur hjá okkur, sannarlega, en við höfum rætt þar svolítið hvað við getum gert og ég vil meina að sviðið hafi gert og unnið góða vinnu í því að taka, taka svona til. Það þarf að gera það öðru hvoru. En það sem að svona stingur svolítið í augun í þessari þjónustu dýr úrræði fyrir einstaklingar sem að hafa fjölþættan vanda, þannig að pluss það að við höfum ekki geta almennilega sinnt svona skammtímavistun nema þá í dýrum úrræðum. Þannig að við höfum rætt hvort að við getum til framtíðar gert einhverjar ráðstafanir þar.
Þannig að við förum hugsanlega að þá reka þessi úrræði á eigin vegum og svona munum sennilega á næstu vikum koma með eitthvað í því sambandi. Barnavernd, skammtímavistun og eins og segir börn með fjölþættan vanda. Þetta eru dýr úrræði sem að hluta til hefur verið rætt að ríkið taki yfir en það er ekki komin niðurstaða í það. Bæjarstjóri kom hérna aðeins inn á Höfða líka. Það er alveg rétt hjá honum að á síðasta ári vorum við í miklum framkvæmdum og erum að nútímavæða heimilið þannig að það var ekki vanþörf á því að fríska upp á og höfum verið í þeirri vegferð og verðum áfram. En við höfum þó væntingar á þessu ári að við náum að fullnýta öll pláss sem við höfum þannig að tekjuflæðið verði ekki skert eins og það var 2023. Að svona lokum þar sem þetta er nú fyrri umræða þá er kannski ágætt samt sem áður aðeins að fjalla þetta en við fáum á milli umræða samtal með endurskoðanda eins og venjan er, fáum þá kannski svör við einhverjum spurningum sem við höfum. Útskýringar og annað en mig langar að taka það fram hér og þreytist ekki á því að staðan okkar á Akranesi er mjög góð og sterk. Þetta hefur verið mjög traustur rekstur hjá okkur undanfarin mörg ár. Þó að séu ákveðin áföllin á milli, en heilt yfir hefur okkur tekist vel. Við erum búin að sá vel fyrir framtíðina, við eigum mikið inni og sú uppskera sem er fyrir framan okkur á að veita okkur innblástur og bjarta framtíð hjá okkur. Við eigum fullt af lóðum, við eigum lönd þar sem við getum útbúið fleiri lóðir. Við höfum verið dugleg í því að byggja upp innviði og endurbæta þá innviði sem við höfum þurft í óvæntum uppákomum. En við getum alltaf gert betur og við skulum vona að okkur takist að halda áfram þeim góða rekstri sem við höfum að baki okkur þannig að hér megi eftir sem áður vera gott samfélag. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð þessar reikningar núna. Sjáum hvernig þetta gengur á milli umferðanna og þá kannski komum við með eitthvað í viðbót. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Einar Brandsson og orðið laust ársreikninga Akranessbæjar.
Það eru ekki fleiri sem að beðast hljóðs. Jú, Jú, ég get verið Jú. Það bæjarfulltrúi Lífás á Skarðsstað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil byrja á því að fá að þakka bæjarstjóranum okkar Haraldi Benediktssyni fyrir greinargóða yfirferð á ársreikningi Akraneskaupstaðar. En eins og venjulega þá bíð ég alltaf svolítið mikið eftir þessari samantekt þar sem að hún er mjög upplýsandi fyrir okkur sem lesum ekki ársreikninga alla daga. Ég vil einnig fá að byrja á því að þakka sviðsstjórum og forstöðumönnum stofnana fyrir sín störf. Það er mjög gott. Ég vil líka segja að það er ánægjulegt að sjá hluta af þessum reikningi, margar góðar tölur, en það er samt sem áður mjög margar sem að staldra við og setja stórt spurningamerki við og væri gott að fá ýmis svör við. Það eru tölur eins og bara með launagjöld sem er að hækka rúmlega 4% umfram almenna launavísitölu, laun og launatengd gjöld sem hækka tæplega 17% umfram launavísitölu. Og svo eru tölur eins og til dæmis fjölgun ársverka sem að þeim fjölgur úr 530 upp í 544 á sama tíma og það er fyrir hendi aðhaldskrafa. Þannig að mér þetta gaman að vita af hverju er verið að fjölga ársverkum, til hvers. Og svo varðandi rekstrarkostnaðinn, hann er líka hér 7% umfram vísitölu neysluverðs. Eins þegar maður fer að skoða framlög til einstakra málaflokka, þá sér maður það náttúrulega eins og hefur verið síðastliðin ára, það eru náttúrulega fræðslu og uppeldismálin hæst eins og eðlilegt er. En á sama tíma, og það er hæst, þá hefur hlutfallið, þar að segja, framlögin hafa lækkað á milli ára. Framlög til nánast allra málaflokka er að minnka á milli ára, á meðan að framlög til félagsþjónustunnar vaksa gríðarlega mikið, ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og í dag er það eini málaflokkurinn sem vex frá ári til árs. Þetta er mikið áhyggjuefni að sjá þennan mikla vöxt og það er bara spurnarefni, hvað er það að útskýra þennan vöxt? Hvað er þetta? Og svo þar sem ég sit í skóla- og frístundaráði, þá finnst mér mjög mikið miður að sjá að framlög til bæði æskulýðs, íþróttamála og menningarmála lækka á milli ára. Og það væri gaman að vita hvað við getum gert betur þar. Svo eitt svona sem ég hnaut nú sem er merkilegt að sjá, að einn af þeim flokkum sem situr nú í meirihluta bæjarstjórnar sem að hefur statt og stöðugt haldið fram að sér, þetta er eini sem hugsa atvinnulífið hér á Akranesi, skuli ekki ráðstafa meira tekjum bæjarsjóðs í atvinnumál. En sá málaflokkur hefur markvisst minnkað alveg frá því að bæjarstjórn satt inn í meirihluta síðasta kjörtímabil var. Þannig að ég held að það mætti gera betur þar. Fyrir bæjarfulltrúi Lífás á Skarðsstað. Orðið er laust. 9 ársreikninga. Við erum auðvitað bara í fyrri umræðu, þannig að það er annar fundur, sko. En bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir fer orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Langar eiginlega bara að byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir mjög greinargóða yfirferð á niðurstöðum ársreikningsins fyrir árið 2023 og tek undir það sem að kollegi minn Lífás á Skarðsstað kom inn á, það er rosa gott að fá svona skýra framsetningu á ársreikningnum, getur sett sig vel inn í það. En maður kannski svona, þú veist, eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á og bæjarfulltrúi Lífás á Skarðsstað líka er að öllu jöfnu ef maður svona miðað við kannski þróun síðasta árs í kjarasamningum
verðbólgu og fleira, að við séum þó réttum megin við núllið. En það samt miklar áskoranir framundan, ég held að við vitum það öll og getum verið sammála það hérna öll líka. Við erum að sjá rekstrartekjurnar okkar aukast, sem alltaf jákvætt. Jöfnunarsjóður hækka líka eins og bæjarstjóri kom inn á 30%, þegar mann rétt. En þetta eru væntanlega tekjur sem við eigum náttúrulega ekkert að vera að treysta neitt hvað mikið á. Við eigum að horfa í okkar aðaltekjulind sem útsvari og fasteignaskattarnir. Og þarna verðum við svolítið að rýna vel í hvað hvernig þróunin okkar og hvernig við getum verið að auka við þessa tekjulind hjá okkur. Við erum stækkandi sveitarfélag. Við þurfum að koma út fleiri lóðum og fjölga íbúum hjá okkur til þess að ná þessu líka undir stjórn. En á sama tíma erum við að horfa líka á það að rekstrargjöldin okkar að hækka og við erum svolítið föst í því að fyrir að ná svolítið í skottið á okkur. Við erum í stórum framkvæmdum eins og við búum að fara hér yfir og þessar fjárfestingar og framkvæmdir sem við erum í núna muni hafa verulega áhrif í útgjaldaþáttinn hjá okkur. Og það eitthvað sem við mestra sjá svolítið líka að gerast bara núna næstkomandi árum. Nýtt íþróttahús, breyting á skólastofnunum og svo hvað annað sem í gangi hjá okkur. Þannig að áskoranir eru vissulega til staðar. Við þurfum svolítið að taka stöndum saman og ég fulla trú á því að við sem fara að gera það svolítið í þessari KPMG-vinnu eins og var komið inn á áðan. Við þurfum að rýna í þessar ekstra tekjur hjá okkur og sömuleiðis útgjaldahliðina. Við erum að sjá aukningu á báðum stöðum hjá okkur og við erum ekkert að ná að mæta að fá tekjurnar inn en útgjöldin halda áfram að hækka sömuleiðis. Ég sá í aðalsjóði núna að við horfum bara á aðhlutana rekstrar gjöldin þar, annar rekstrakostnaður að hækka 600 milljónir sem gífurlega mikið. Og við erum svolítið að ná laun og launtendu gjöldum, við erum að sjá þar hækkun líka sem kannski skýrist vegna kjarasamninga og svo framvegis, en þó það sé stærstu útgjaldaliðurinn þá samt töluvert minni heldur en kannski erum að horfa í tölum eins og annar rekstrakostnað. Þannig að það var líka rosalega gagnlegt fyrir okkur að sjá aðeins hvað í þessu 600 milljónum sem við frábærum milli ára hjá okkur, þá með vikum og svo framvegis. Af því að aðalsjóðurinn að aðhlutin það sem við þurfum að rýna í. Þú komst vel inn á það líka bæjarstjóri hvernig B-hlutin Eina sem maður heyrði svona rekstrartap inn á öllum liðunum hjá sér og maður var alveg tek svona pingu fyrir hjarta. En þetta allavega, það mikið verk að vinna og ég held að við þurfum að vera mjög samstillt þegar við förum í þessa vinnu. Og ég held að við getum öll verið sammála það. Þannig að ég kannski vil enda á því að ég fulla trú á þessari KPMG-vinnu sem framundan og ég vona að við þurfum að vera dregin inn að borði í þá vinnu. Ég veit að Bæjarráð hefur verið að leggja svolítið línurnar í byrjun. Þannig að það væri mjög gaman að bæjarfulltrúar fái líka fljótlega boð á vinnufund það, hvað svo vinna stödd. En mér langar bara líka að enda á því að þakka öll því starfsfólki sem búin að koma að þessari vinnu. Við veitum að þetta gríðarlega álagspunktur í starfseminni að fara yfir þetta og bara velast við vikið og færi því miklar þakkir til allra þeirra sem hafa komið að þessu. Takk fyrir. Fyrir fulltrúi sætis Alexía Sigurmundsdóttir. Ég ætla að kommenta á eitt atriði sem að bæjarfulltrúi nefndi örstutt sem tek undir það sem að sagði varðandi mikilvægi þessarar vinnu sem að í gangi með ráðgjöfum frá KPMG varðandi fjárhagsleg markmið sveitarfélagsins og svona sameiginleg sýn okkar og bara sameiginlegt átak okkar lykillinn að því að árangur náist þar og af því þú nefndir það þá við höfum reyndar ekki rætt það í bæjarráði eða tekið ákvörðun það en það mín skoðun að það verið mjög mikilvægt að ná að minnsta kosti einum fundi með ráðgjöfunum með öllum bæjarfulltrúum áður en við förum í sumarfrí þannig að eftir sumarfrí tekur bara fjárhagsáætlun við mjög fljótlega þannig að við séum öll komin svolítið á sama stað áður en að við förum í sumarfrí og förum síðan að huga að fjárhagsáætlun næsta árs. Þannig að vonandi bara náum við því eins og segja minnst okkur einu fundi sameiginlega
áður en við dettum í frí. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri Haraldur Benediktsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég leyfi mér að koma hérna upp aftur þó ég hafi verið með langa ræðu hérna áðan, en þakka þessari fínu umræður. Ég vil sérstaklega hvetja bæjarfulltrúa og ég veit ég þarf ekki að brýna þá mjög lengi að kalla nú eftir upplýsingum, rétt eins og nefndar hefur verið hér í ræðum, því að þetta er tíminn sem við höfum fram að seinni umræðu til þess að spegla þessar spurningar og fleiri sem þið hafi nefnt hér. Mér langar bara að nefna að vegna þess sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson, Sædís Alexí og Líf Ása nefndi hérna varðandi þessi stóru frávik eins og í launum. Ég er mjög áfram það að við getum tekið það saman og greint það nánar og betur. En þetta á sér líka þá skýringar að við erum þannig og garði gerð að við erum að vinna hér verkefni sem að við fáum endurgreiðslur á og þær birtast ekki í launa áætlunum okkar en þetta þarf bara að greina niður þannig að við séum öll á sama stað. Líka er varðandi umræður bæjarfulltrúi Einar Brandsson nefndi hér félagsþjónustuna af því að sem er líka einn póstur sem að við eigum að ná vel utanum hérna milli umræðna. Það er háttar þannig að það sem við sjáum stundum stór frávik að eiga eftir að koma endurgreiðslur sem koma jafnvel, þau eru jafnvel með tekjur á þessu ári sem við erum að skila reikningi núna sem að var kostnaðar árið 22. Mér var kennt það af einum endurskoðanda með leyfi forseti að hérna ársreikningur er stöðutaka á ákveðnum tímapunkti. Ef þú ætlar að fá raunverulega stöðu þá þarftu jafnvel að horfa yfir 2 ársreikninga og jafnvel og hugsanlega 3 ársreikninga. En þetta og fleiri hérna atriði eigum við að sitja yfir hérna á milli umræðna og hvetja ykkur til þess að bæði bréflega og munnlega að hérna láta okkur nú hafa spurningar og óska eftir greinargerðum því að við getum ekkert nema bætt framsetninguna með slíkri vinnu og umræðuna það. Leyfi mér, forseti, hérna í lokin á lofa komið gættur undir þessum fundarlið að ítreka bara þakki mína til fjármálastjóra og sviðsstjóra, forstöðumanna, Akraneskaupstaðar fyrir gott starf. Ég held að ársreikningurinn endurspeglar góða kostnaðarvitund og mikla ábyrgð á því að fara með fjármuni Akraneskaupstaðar. Og vegna þess ber ég mikla virðingu fyrir því hvernig forstöðumenn halda á málum og ég kom því á framfæri við forstöðumenn og forstöðumannafundi í morgun og þetta er hlutur sem að við megum aldrei gleyma hér inni hversu mikilvægir þeir eru okkur og við erum öll í þessu liði að gera okkar besta. Fyrir bæjarstjóri Haraldur undir þessi síðustu orð bæjarstjóra með varðandi það að ég held að það sé mjög almenn góð og heilbrigð svona fjármála menning hjá öllu okkar fólki, sem okkar stjórnendum og okkar fólk fer vel með peninga. Ég held að það sé alveg óhætt að fullyrða það og fyrir það megum við örugglega þakka oftar og hrósa á. Orðið er laust. Það er fulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri og aðrir sem okkur líða. Við ræðum ásetning hérna í fyrir umræðu. Ég ætla bara að byrja að þakka bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferð og á ásetningi og upplýsandi og jafnframt kom upp og þakka bara starfsfólki bæjarins fyrir sína vinnu í gerð ásetnings.
Það er alltaf margar spurningar sem vakna fyrir okkur sem að, við yfirferðina og ég tek undir margt sem hefur komið fram, varðandi spurningar fulltrúa Líf Ásu, Líf Ásu, varðandi hækkun í félagsþjónustu. Það er alveg þess virði að skoða málið og kíkja eftir því og fá betri sundurgreiningar á kostnaði. Nú er þetta 2023 held ég fyrsta árið sem við erum með samningum móttöku í flóttamanna fyrsta heila árið. Þar er útlagður kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar talsverður en hann kemur inn á öðrum stað sem tekjur frá ríkinu endurgreiðslur og þannig að það er spurningin hvað fer út og hvað kemur inn á móti, þannig við þurfum að bera þessa hluti saman. Sama varðandi það sem að formaður bæjarfulltrúa Einar Brandsson talaði varðandi dýr úrræði sem við erum með fáa einstaklinga í. Þar erum við með að borga miklu peninga fyrir einstaklinga í dýrum úrræðum en við fáum hluta þeim kostnaði tilbaka í framlögum jöfnunarsjóðs, þannig það er hækkun gerir ég ráð fyrir á framlögum jöfnunarsjóðs út af því, en þetta kemur allt inn sem aukinn kostnaður í félagsþjónustu. Þetta er stundum ekki alveg sanngjarn samanburður og við verðum að hafa augun á því. Varðandi fjölgun ársverka, þá erum við náttúrulega bara stækkandi bæjarfélag og ég veit ekki nema að við höfum bætt við leikskóladeildum á síðasta ári í Garðaseli eftir flutning, þannig að ég veit ekki hvort að einhver fjölgun ársverka kemur inn þar og síðan erum við náttúrulega með fleiri aðila sem að þurfa meiri þjónustu í málefnum fatlaðra, þannig að ársverk eru kannski ekki mælikvarði á hlut hvernig við getum talið, hvað maður að segja, það er bara punktstaf, finnst mér af því að við erum að horfa á að þjónustan bara við einstaklinga getur farið upp og niður bara þess vegna eftir ársfjórðungum hvað menn þurfa mikla þjónustu og líka bara eftir því hvort að fólki sem með þjónustu vegna fötlunar hrakar eða nám aukinni færni sem líka gerist. Við þurfum að horfa á þessu hluti og það verður gott að fá greiningar á þessu. Við eigum eftir að funda ásetningin á milli umræðna, en það verður bara spennandi að geta sett fram þessar spurningar á þeim tíma. Takk fyrir. Fyrir Kristinn Hallur Sveinsson, fleiri sem óska eftir að jafnvægi fyrir Líf Ásu Skarðsdal. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Bara að fá að þakka kærlega fyrir svör frá bæjarfulltrúa Kristni Hallur Sveinssyni og jafnframt formanni bæjarráðs Valgarði Lyngdal. Fyrirgefðu, Jesús minn, já, einmitt. Talandi að vera aðeins og afsakaði þetta, formanni bæjarstjórn, forseta bæjarstjórnar, ég minn eini. Ruglaði mig alveg hana. Þó svo ég hafi komið nú upp á hann og talaði að ég væri ólæsa á ársreikninga, þá er ég nú ekki það ólæsa. Ég gerir mér nú alveg grein fyrir því að þetta er nú svolítið svona sveiflandi á milli ára. Ég er alveg mjög læsa það. Það sem ég hef kannski mestar áhyggjur af og það er þessi stöðugi línulegu vöxtur. Það er það sem maður hefur mestar áhyggjur af. Því að ef að eins og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson kom inn á að eins og með móttöku flóttafólks og annað, ef það væri einungis það að þá væri maður að sjá þetta svona einhverjar sveiflur. En það er það sem ég var að impra á og ég bara hlakka til að við greinum þetta og skoðum þetta vel.
Því það þessi stöðu í línulegu vöxtur ár eftir ár eftir ár sem maður hefur áhyggjur af. Og ég ætla bara að fá að koma því áleiðis að ég afar stolt af félagsþjónustunni hér á Akranesi og þeirri þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það ekki það, alls ekki. Og það starfsfólk sem vinnur hér, bæði hér innan hús og við störfin út í bæ, þetta bara gríðarlega mikilvægt og enda það ástæða fyrir því að það fólk sem býr hér í kjördæminu sem velur að flytja á Akranes sem á fötluð börn, því að það veit að það fær þjónustuna hér. Þannig að það ekki ástæðulausu og fyrir það bara að þakka hversu góða þjónustu við erum að veita. En eins og ég segi, ég bara hlakka til að fá að sjá þessa greiningu og svo vill ég náttúrulega ítreka það að eins og bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom inn á áðan að við bæjarstjórnin hér sem samanstendur af 9 bæjarfulltrúum, við eigum að vera öll saman í liði. Þetta okkar sameiginlega verkefni að vera með góða niðurstöðu og rekstrarstöðu bæjarins. Þetta ekki bara það að við bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsa sitjum og baunum á meirihlutann. Það alls ekki þannig. Við erum tilbúin til að taka þátt í þeirri vinnu sem þarf að fara í og við látum ekki okkar eftir liggja þar. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað. Fleiri sem óska eftir að ræða ársreikninga á Brandsókn. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það alltaf, held ég, mjög gott fyrir okkur að hafa ákveðnar áhyggjur af rekstrinum okkar og við eigum alltaf að vera að spyrja spurninga og leita eftir svörum og hér hafa bæjarfulltrúar komið með mjög góð innlegg inn í þessa umræðu og það eru ýmsar skýringar á málunum sem að ég reikna með að við fáum svör við og nánari svör við og ég hef mikinn áhuga líka á að sjá hvernig stöðugildum í þessari fjölgun, hvernig þau skiptast þá á milli sviða. Þannig að við svona gerum okkur grein fyrir því hvar verið að fjölga. Bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson kom hér með ágætt innlegg hvernig þetta getur verið og við tókum að sjálfsögðu í notkun nýja leikskóla og það búið að vera mikil fjölgun í leikskólunum okkar. Þannig að ég reikna með eitthvað að stöðugildunum sé þar og að sjálfsögðu eitthvað að stöðugildum sem bæst við inn á velferðarsviðið því að það svona þar erum við með lögbundna þjónustu sem við verðum að sinna og þar að leiðandi þessi vöxtur og málin þyngjast. Bæjarfulltrúinn Sædís kom hér inn á jöfnunarsjóðinn og við ættum ekki að treysta á hann. Ég deili ekki alveg þeirri skoðun, ég vil bara koma því að hér, að því að jöfnunarsjóðurinn hluti að tekjukerfi sveitarfélaganna. Ef að jöfnunarsjóðurinn væri ekki, þá hugsanlega væru útsvarstekjur hærri. Þannig að þetta bara hluti af þeim tekjum sem í boði. Vandamáli að við vitum í rauninni aldrei hvaða tekjur við erum að fá úr sjóðnum eða hvernig þetta reiknað. En ég ætla að vona að við höldum áfram allavega meðan að jöfnunarsjóðskerfið að við fáum þær tekjur sem okkur ber þaðan.
Og svo að lokum, af því það var svolítið, segi ekki fastskoti, það var smáskot á þann flokk sem undirritaður tilheyrir, að við höfum ekki lagt margar krónur í atvinnumál. Það alveg stór spurning, sko, hvað eru atvinnumál? Það sem sagt ætlunin að bæjarfélagi sem slíkt sé að setja einhverja peninga í einhvern rekstur? Ég held ekki. Mér vitanlega það var búið að leggja mikla vinnu í að útbúa hér lóðir, kynna lóðir fyrir atvinnulífinu, að búa að skrifa undir nokkra samninga lóðir. Þannig að ég held að við höfum gert mikið. Bæjarstjórinn okkar í dag, hann hefur verið í sambandi við heilbrigðisráðuneytið og vill fá hér nýja heilsugæslu. Þannig að þetta spurningin, hvernig færum við kostnaðinn við atvinnumál. Ég vil meina að við höfum gert alveg helling í því að laða okkur fyrirtæki, en við ætlum ekki sem sveitafélag allavega sinni að leggja stórar upphæðir í það að fara að reka einhver fyrirtæki. En við erum að fullu í því að laða okkur fyrirtækjum og það kannski spurningin hvort að yfirmaður fjármála fari nú að áætla einhverja vinnu í því og færi það yfir á atvinnumál. Takk fyrir. Fyrir Einar Brandsson. Fleiri sem óskar að taka máls? Ekki af þessu sinni. Tókum við fyrri umræðu ársreikninga Akraneskaupstaðar og þá ætla ég að lesa hérna upp. Ég sem að færa mig bara yfir í púltið til þess að fyrir ekki að vera þessu bári. Hér liggja fyrir að sem sagt, við þurfum í rauninni að bóka svona helstu lykiltölur og þá það fyrst undir fyrsta málið. Þar er umræðan bókuð, þar sem hverjir tóku til máls og bókunin er svona. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði er neikvæð 170,4 milljónir króna, en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 298,8 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hluta er jákvæð 475,2 milljónir króna, en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 190,7 milljón króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Lykiltölur A-hluta, fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónir króna er 927,6 en nam 631,9 árið 2022. Skuldaviðmið er 53% en var 41% árið 2022. EBITDA-framlegð er 1,88% en var neikvæð 1,46% árið 2022. Veltufé frá rekstri er 12,03% en var 9,36% árið 2022. Skuldahlutfall, það skuldir deilt með rekstrartekjum, er 95% en var 77% árið 2022. Eiginfjárhlutfall er 51% en var 58% árið 2022. Veltufjárhlutfall er 0,60 en var 1 árið 2022. Þetta eru lykiltölurnar sem að verða bókaðar og að því lesnu þá
óska ég eftir því að þeir sem að samþykkja að ársreikningur A-hluta Akraneskaupstaðar verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þá 14. maí næstkomandi að Gjörðu-skóla-Gefamerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það annar fundarliður sem er ársreikningur Akraneskaupstaðar B-hluti. Þar eru ákveðnar lykiltölu bókaðar einnig. Rekstrarniðurstaða B-hluta fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði var neikvæð 28,3 milljónir króna. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 14,8 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða B-hluta var neikvæð 156,1 milljón króna. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 85 milljón króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Þetta eru lykiltölurnar og þá bið ég þá sem að samþykkja að ársreikningum B-hluta verði vísað til síðari umræðu það 14. maí næstkomandi að Gjörðu-skóla-Gefamerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum, eða hvað? Já. Þriðji fundarliður, það er ársreikningur samstæða og þar eru bókaðar lykiltölur einnig. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði var neikvæð 198,8 milljónir króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 284 milljón króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar með óreglulegum liðum var jákvæð 319 milljónir króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 105,7 milljóna króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Lykiltölur samstæðu miðað við fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga. Rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna eru 796,2 en nam 610,2 árið 2022. Skuldaviðmið er 52% en var 39% árið 2022. EBITDA framlegð er 1,66% en var neikvætt 0,94% árið 2022. Veltufé frá rekstri er 10,06% en var 8,16% árið 2022. Skuldahlutfall, skuldir deilt með rekstratekjum, er 90% en var 72% árið 2022. Eiginfjárhlutfall er 48% en var 56% árið 2022. Veltufjárhlutfall er 0,57 en var 0,98 árið 2022. Þannig hljóða þær lykiltölur sem koma fram í bókun. Þá óska ég eftir því að þeir sem að samþykkja að vísa samstæðureikningi A og B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2023 til síðari umræðu 14. maí að Gjörðu-skóla-Gefamerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Við förum í 4. mál á dagskrá. Það hefur málsnúmer 24.03.147 og þetta er mál varðar skipulagsgátt, framleiðslu rafeldsneytis á Grundartanga mál til umsagnar. Óskað var eftir umsögn varðandi framleiðslu rafeldsneytis á Grundartanga. Framkvæmdin er á vegum KER og felst í framleiðslu vetnis og ammoníaks til að nota í orkuskiptum í stað jarðefnaeldsneytis. Skipulags- og umhverfisráð sendir þetta mál til okkar ásamt fyrirliggjandi greinargerð frá skipulagsfulltrúa og ég ætla að gera þá málsmeðferðartillögu á þessu máli að bæjarstjórn vísi málinu til bæjarráðs. Það hefur ekki farið þangað, það kemur beint hingað frá skipulags- og umhverfisráði. En ég geri þá tillögu að bæjarstjórn vísi málinu til bæjarráðs, feli ráðinu og veiti því fullt umboð til að formgera og senda umsögn Akraneskaupstaðar varðandi framleiðslu rafeldsneytis á Grundartanga. En mér skilst að umsagnarfrestur renni út á föstudaginn. Þannig að þessi málsmeðferðartillaga er þá það sem er í rauninni til umræðu, eitthvað sem vil tjá sig hana.
Svo ekki, þeir sem samþykkja þessa tilvísun til bæjarráðs gjöra svo alveg merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Förum við í 5. fundarlið, málsnúmer 24.01.002. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2024 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir, númer 3560 frá fundi sem framfór 11. apríl síðastliðinn og 3561 sem framfór þann 18. apríl síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerðir bæjarráðs. Bæjarfulltrúi sækir salinn því að gjöra svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveða hlýða. Sækið, langa að koma hérna upp undir fundi 3560, dagskrárliður 1. Eiginlega bara svolítið svona hvatning. Þarna erum að ræða mánaðaryfirlit í janúar til febrúar. Það var alveg rosa gott að því að eina sem við bóka undir þetta bara lagt fram. En vissulega fer fram einhver önnur umræða helstu niðurstöður mánaðaryfirlitsins. Og við erum nú búin að vera hér í umræðu undan ársreikning Akraneskaupstaðar og líka bara þannig að aðrir bæjarfulltrúar hafi tök á að sjá hvað er svona að fara fram og líka bara bæjarbúar sem lesa fundargerðir. Að hérna kannski segja eins meira frá helsta inntaki yfirlitsins, hvað er gott og hvað áskorunarnar liggja. Það er bara hvatning til formann bæjarráðs þetta. Annað sem ég langaði að koma inn á er undir fundargerð 3561. Það snýr að dagskrárlið 6 ráðningu viðburðarstjóra 2024. Það er einnig bara sagt lagt fram og kannski að samaskapi hér langar mig að hvetja til þess að vera aðeins skýrari í þessum bókunum. Ég sá svo í bókun hjá menningar- og safnanefnd hverjir fengu þetta starf hjá okkur. Sem fá þá umsjón meira en að vera viðburðarhald 17. júní á írska daga. Það voru þeir Hjörvar Gunnarsson og Valdimar Ingi Brynjólfsson. Og þannig að því að var auglýst eftir þessu stöðum hjá okkur, það var alveg gaman líka að segja frá sig. Þetta er alveg frábært að gera þessu góð skil á heimasíðu Akraneskaupstaðar líka. Þegar við erum að ráða þessa verktaka að störfum til að sinna þessum 2 viðburðum hjá okkur sem er fyrir bæjarbúana. En annars langar við bara að koma upp og óska til hamingju með þetta líka. En bara hvetja til kannski aðeins skýrara bókana hjá bæjarráði. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi sækir salinn því að ég bara tek undir og þann tíma sem að ég er búinn að vera í bæjarstjórn sem að eru nálgast 10 ár. Þá hefur þetta komið einhvern veginn reglulega upp hjá okkur í umræðu að við þurfum að vanda okkur við það hvernig við bókum á fundum. Þurfum að vera skýrari, þurfum að segja meira og gefa betri upplýsingar í okkar bókunum. Það er bara mjög hollt fyrir okkur held ég að taka þetta svolítið í gegn hjá okkur bara með reglulegu millibili og þakka bæjarfulltrúunum fyrir ábendingarnar. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir bæjarráðs. Jú, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég er eins og forseti Valgarður Lyngdal Jónsson búinn að sitja lengi og reglulega erum við ég held ég að tekið þátt í sjálfur að óska eftir því að verði skýrari bókanir hjá ráðum. Að því sögðu þá er þetta alltaf spurningin hvað það er sem að við getum bókað eins og með mánaðaryfirlitið. Mánaðaryfirlitin koma inn í ráðin líka og þá
sérstaklega það sem varðar þau svið, farið yfir málin. Ég átta mig ekki alveg á því hvort að við getum dregið fram einhverjar tölur úr því sem að til þess að bara kynna hvernig staðan því að við sem höfum hlustað á Kristjánu Helgu Ólafsdóttur fjármálastjóra fara yfir þetta að það alltaf einhverjir fyrirvarar þetta og hitt, þannig að það alltaf spurningin, eru þær tölur þá sem við setjum fram, eru þær réttar eða gefa þær okkur innsýn í stöðuna eða þurfum við þá að láta fylgja með bókunum og tölunum einhverja útskýringar en alveg sjálfsagt að skoða þetta, þar sem að ég nú orðinn formaður bæjarráðs og á eftir að sitja minn fyrsta fund sem slíkur að sjálfsögðu tekið þetta til mín og við munum skoða betur hvernig við getum þá komið réttum upplýsingum af framfæri í bókunum. Viljum ekki koma einhverjar kannski villandi upplýsingar. Þannig að best væri í rauninni það sem við höfum talað oft sem að þá kannski geti sparað okkur svolítið bókanir, að við gætum birt fylgiskjöli með fundargerðum. Þannig að þeir sem þess óska geta þá farið yfir þetta, en ég veit að það kannski ekki alveg eins auðvelt eins og það hljómar þegar maður segir það. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Svo ég grípi það sem bæjarfulltrúi var að tala og haldi áfram að populera leiðir. Við hljótum að minnst að geta haft það þannig að hver skipti sem að farið yfir mánaðarlit í bæjarráði að þá fái bæjarfulltrúarnir gögnin í tölvupósti. Þannig að við séum öll að minnst með sömu upplýsingar á sama tíma. Allir bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Sædís Bæjarmóri Björnsson. Forseti bæjarfulltrúa aðra sem hafa með hlýða. Ég vildi bara koma upp og þakka bæjarfulltrúa Einari Brandsyni og nýkjörnum formanni bæjarráðs fyrir skýr svör. Þegar kemur að bókunum þá hljótum við samt að geta verið skarpara heldur en að segja lagt fram. Hvort sem að hversu djúp sem við verðum, en það til eitthvað betra en lagt fram. Og í svona mánaðarlegu yfirlitum sem þið að fá inn í bæjarráði eflaust einhver umræða og einhverja kannski aðgerðir mótar sem vilja rýna í á milli umræðna. En ég læti nú ykkar hendur að skoða þetta. En lagt fram eitthvað sem við getum verulega hort í og bætt okkur þar. En bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði líka að við inn í ráðunum værum að fá sambærilegar kynningar. Kannski vísa því bara til formannsskipulags umhverfisráðs, svo sem alveg rætt þetta, en ég held að fjármálastjórinn hafi komið einu sinni á þessu kjörtímabili inn í ráði hjá okkur og það var allavega nú síðasta ári. Þannig að við höfum ekki verið að fá þessa yfirlitsmynd inn í skipulags umhverfisráð. Það kannski bara hvatning mín til formanns skipulags umhverfisráðar að kalla örara eftir þessari samantekt inn í okkar ráð. En varðandi birtingu fundagagna, ég tel mig vita aðeins það, okkur pons, og það engin fyrirstaða. Þetta bara ekkert ósett og erum að gera í bæjarstjórnin þegar birtum gögn og við getum alveg gert þetta líka inn í fagráðunum ef þetta eru endanleg gögn sem ekki að fara endilega inn í síðan bæjarstjórnin eða eitthvað álíka og ekki trúnaðarskjöl og svo framvegis. Þannig að það alveg hægt að útfæra þetta, en þá þurfum við bara að vanda okkur vel til verka með þau gögn sem við erum að birta og þau séu rétt og þau séu faglega unnin. En ég læt þetta nú við kyrrt liggja. Takk. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir bæjarráðs? Svo ekki. Og þá
Já, þetta hérna. Þetta virkar ekki hér. Þú mátt fá þér vel. Bæjarstjóri Haraldur Benediktsson, Bróðir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég biðst nú afsökunar á því að vera ennþá að nota þingsalsiðin og lemja fingrinum við borðið. Ég ætti nú að vera búin að læra að það virkar ekki í bæjarstjórn Akraness. En bara vegna þessar umræðu sem að mér finnst mjög góð sem að bæjarfulltrúi Sædís Alexía Símonardóttir að vekja máls á hér og birtingu gagna, þá ætla ég nú bara að minna á við birtum ársfjórðungslega þessi gögn og til viðbótar því skulum við greina leiðir til þess að koma fjárhagsupplýsingum oftar og tíðar til bæjarfulltrúa. Það ekki nema eðlileg krafa og í mínum huga bara til vitnis það að bæjarfulltrúar eru meðvitaðir og áhugasamir framgang í fjárhag bæjarins. Sömuleiðis varðandi bókanir í fundargerði, það segir mig voða lítið lagt fram en ég legg mig hins vegar allan fram og læt ekki ég tek undir þessa umræðu og við skulum bæta framsetningu á þessu hlutum það sem við getum sannarlega orðið við því. Takk. Takk fyrir, bæjarstjóri. Þá trúi ég að umræða fundargerð bæjarráðs í tvennt. Síðasti svensklega rétt hönd. Það þýðir ekkert. Hvort sem að okkur líka betur að verð, þá verður bókunin undir þessum fundarlið lagt fram, sem fundargerði lagða fram. En það til upptaka. En vissulega til upptaka. Við förum í 6. fundarlið, hann málsnúmer 24.01.003, fundargerðir velferðar og mannréttindaráðs 2024. Lögð fram 220. og 3. fundargerð ráðsins frá fundir sem fram fór 16. apríl síðastliðinn. Orðið laust, fundargerð velferðar og mannréttindaráðs. Dýri. Bæjarfulltrúi Kristinn Andri Finnsson, gerðu vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma upp undir fundargerðinni undir máli 1. Forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni gegn fötluðum börnum. Þetta sem sagt verið að innleiða aðgerðir til varnar einmitt kynferðislegu áreitni og ofbeldi vegna þess að staðreyndin sú að fatlað fólk er hlutfallslega stór þolendahópur í kynferðislegu ofbeldi og áreitni, þannig að þetta mál snýr að innleiðingu á námsefni og að fólk fari gegnum námskeið, fólk sem vinnur með fötluðum ungmennum og einstaklingum þá þurfa að skila námskeiði í forvörnum og varðandi og kunni grunnatriði varðandi kynferðislegt ofbeldi til varnar í þessum málaflokki. Þetta hluti af þingsályktunartillögum varðandi þetta mál og verið innleitt af vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og við tökum þátt í þessu. Þetta sé bara mjög þarft mál og spennandi og allt svona utanumhald og upplýsingar að fólk fari gegnum þetta sé bara mjög gott fyrir okkur í starfsmannahaldi. Þannig að ég hef
við leggjum áherslu á að þetta verði kannski bara hluti af hérna, ef við komum því einhvern tímann í verk sem að við verðum að gera hérna svona handbók fyrir nýtt starfsfólk, þetta sé hluti af þeirri vegferð sem fólk fyrir gegnum þegar það ræður sér til vinnu í Akraneskaupstað að það sé hluti af því sé að klára þessi námskeið. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er Kristján Þjórsson. Takk fyrir að vekja athygli á þessu mjög þarfa framtaki og er rauninni frábæra tækifæri fyrir okkar starfsfólk til þess að efla sína þekkingu og vera bara öflugra í starfi. Þeir sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar og mannréttindaráðs. Ekki hefur hún verið framlögð. Síðasti fundarliður, 7. fundarliður, málsnúmer 24.01.05. Fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2024. Hér er lögð fram 294. fundargerð ráðsins og fundi sig framborna 15. apríl síðastliðinn. Og orðið er laust þess að fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Ég kem hér upp undir fundargerð 294. fundar. Hér eru nokkur mál sem ég langar til þess að spyrja formann út í. Fyrst er þar að nefna mál númer 2, Brekkubæjarskóli, endurbætur fyrstu hæðar. Nú er ljóst að þarna það verkefni sem við lögum upp í hefur aukist töluvert og þarna hefur komið í ljós ýmislegt sem þarf að taka á og þær framkvæmdir sem betur hafnar. Mér langar til að spyrja formanninn hvað þetta hefur í för með sér í auknum kostnaði. Og langar kannski að tengja þetta svolítið inn í nefnilega mál númer 9 sem er fjárhagsleg framkvæmdaáætlun, sem segir í bókunni sviðsstjóri fóru stöðu fjárfestingu og framkvæmdaáætlana 2024-2027. Málið tekið fyrir að nýja næsta fundi og svo annars vegar mál númer 6, endurgerð gatna. Staða á endurgerð gatna og viðhald gatna. Ég held að þarna öllum bæjarfulltrúum sé ljóst að þarna við erum í töluverðri innviðaskuld þegar kemur að götum. Og þarna ég held að sé fátt sem okkur er bent, eða mér allan sem bæjarfulltrúar er bent eins oft á að við þurfum að gera betur þar. En hér í máli númer 6 er lagt til að hækka fjárfestingarliðinn viðhald gatna 70 milljónir, meðal annars vegna ástand Akranesvegar. Og mér langar bara svolítið til að spyrja formanninn hvernig þetta svolítið rímar við bara umræðan sem vorum að ræða án ársreikninga og hvernig bara við erum núna með mjög bólgna fjárfestingaráætlun. Ef við förum inn í, með leyfi forseta, þá langar mér að fara í fund bæjarráðs frá 29. febrúar og benda þar á bókun út frá valkostagreiningu leikskóla, lausar stofur við Teigasel. En þar segir í bókunni, gert er ráð fyrir að kostnaður verði mætt innan gildandi fjárfestingaráætlana vegna ársins 2024. Ég ætla ekkert að draga úr þörfin að við þurfum að fara í endurnýjun og viðgerð eldri gatna, en ég sé þetta bara ekki alltaf rúmast. Annars vegar aukinn kostnað, töluvert aukinn kostnað í Brekkubæjarskóla, 70 milljónir í götum sem er lagt til hér að verði hækkað, sem sagt komið til hækkunar, og svo leikskólinn, 2 lausar stofur sem eiga að rúmast innan fjárfestingaráætlunar. Langar bara svolítið að spyrja formanninn hvernig hann sér þetta fyrir sér birtast. Svo langaði mér bara til þess að kannski líka til að benda þess á að þessi bókun bæjarráði frá í febrúar, ég sé í í fundargerðum skipulags- og umhverfisráðs þá er verið að skoða með skipulagið, Teigasel, sem er bara gott, en ég sé ekki
bregða fyrir stofunum eða staðsetningum eða útliti þeirra en þannig. Frá því að þetta kemur inn í bæjarráð eru liðnir 2 mánuðir og þangað til að stofunar eiga að vera lausar eins og lagt allan, eiga að vera klára segi, eins og lagt allan til í upphafi, eru 4 mánuðir. Ég held að við eigum þá að fara svolítið að undirbúa okkur inn í hausti því ég held að það þarf að ganga mjög vel ef það á að raungerast. Og vonandi verður það bara, en ég held allan að við eigum að undirbúa okkur undir þá hugsanlega aðra sviðsmynd. Svo langar mér hérna aðeins að nefna lið númer 10, kvörtun Tjaldsvæði Akranesi, bara fengum hérna ábendingu fyrir íbúa, mjög bara réttmætt ábending. Ég fór sjálfur að skoða þarna og svæðið lítur alls ekki vel út. Við eigum svæðið en hérna bjóðum út reksturinn og mér langar bara svolítið að hvetja ráðið til þess að skoða samninginn og fara aðeins yfir hann því þetta er ekki eingöngu á okkar ábyrgð og við berum vissulega mikla ábyrgð á svæðinu. Takk fyrir, ekki verið að mér. Fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Hreifinsson. Ég ætla áður en ekki orðilaust að bæta aðeins við varðandi síðasta punktinn sem að bæjarfulltrúin kom með varðandi tjaldsvæði. Held að hafi verið fyrsta kjörtímabil mitt hér í bæjarstjórn þegar ég satt í skipulags- og umhverfisráði undir formennsku bæjarfulltrúa Einars Brandssonar þá töluðum við mikið tjaldsvæðið og bara vatnsstöðuna í tjaldsvæðinu og mér minnir að þá hafi verið fyrst rætt það að þarna þyrfti að móta upp skurðir. Skurðir, þeir fyllast að sjálfu sér yfir tímann hætta að taka við vatni og hætta að drenna. Og ég veit ekki til þess að þetta hafi síðan verið gert. Og við erum hér í dag. Og ég bind svo mikla vonir við það að við séum komið bæjarstjóra sem að veit hvernig skurðir virka. Og veit til hvers þeir eru. Að kannski verði eitthvað gert. En orðið er laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Já, bæjarfulltrúi Lífars og Skarðsstaðar og Björnsvæði. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mér langar að spyrja formann skipulagsráðs. Vonandi er ég að skemmta öllum þeim gestum sem vonandi er að hlusta hérna heima í stofu. Þetta er mitt framlag til skemmtidagskrár kvöldsins. Ég ætla að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs út í lið númer 1 á dagskránni varðandi skipulag í Aðalsbakkasvæðinu. Mér langaði bara til að athuga KFÍ að óskar eftir frekara rýni og helstu atriðum skipulagsins. Mér langaði bara að vita hvað felst í þessari setningu. Og svo ætla ég líka að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs út í lið númer 3 varðandi grundaskóla, Síálmu. Þetta er mál sem hefur ekki komið inn í skóla- og frístundaráð í svolítinn tíma, þannig að mér leikur bara forvitni á að vita hver staðan er þar. Sem meðlimur í skóla- og frístundaráði það er nú oft spurð og bæði með Brekkubæjarskóla og Grundaskóla og ég væri bara gaman fyrir mig að vita hvernig það gengur. Svo annars varðandi mál 5, sólskáli hönnun, fyrirspurn arkitektanema. Mjög spennandi og skemmtilegt að sjá þessa tillögu og bara hvetja að þessa arkitektanema sem að sóttu þetta að sækja aftur vera opnar fyrir í okkar Akranes. Spennandi að sjá svona sjálfsprottnar hugmyndir og bara gaman fyrir okkur í bæjarstjórn að geta orðið við svona þó að ekki hafi orðið að í þessu sinni, en endilega bara að sækjum. Já, meira var það ekki. Takk.
fyrir ljósaskasta þeir sem á fyrir að ræða fundingu skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson, gjörðu vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari, aðrir á kunna kvíða. Já, eins og þeir í þá allt að gerast alltaf hjá skipulags- og umhverfisráði og það sé ekki bara rétt að renna yfir fundargerðina með leyfi forseta. Varðandi deiluskipulag jaðarsbakkar á frumhönnun og með hvernig orðalagið að þá það ekkert leyndarmála að við erum fyrir svolítið vonbrigðum ráðið með síðasta fund þar sem að formaður knattspyrnufélagsins og framkvæmdastjóri mæta og tilkynna okkur það að þeir sem hafa setið þessa fundi með okkur hingað til hafa ekki haft, hvað getum við sagt, hefur verið meira bara svona alltaf því á eigin vegum, ekki fyrir hönd stjórnar, að því að stjórn KFÍ hafi ekki tekið þetta mál til formlega ákvörðunar eða umræðunar stjórnar. Og það bara, við urðum fyrir svolítið vonbrigðum og vorum mjög hissa að heyra formann knattspyrnufélagsins segja þetta á fundi hjá okkur. Og þarna var ákveðið á þessum fundi að skipulagsfulltrúi ásamt Basalt ætlaði að hitta knattspyrnufélagið og stjórnina og fara yfir aðeins þessi mál með þeim og jafnframt að áframhaldandi vinnu sem við viljum eiga með öllum félögum að það komi þá aðilar sem eru þá virkilega í umboði stjórnar og geti þá komið með þá punkta athugasemdir eða hvað sem tengist þessu verkefni. Brekkubæjarskóli, mál númer 2, endurbætur. Það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á að það sjá menn fram á að við erum að lenda í enn einu auka verkinu sem að kemur í fangið á okkur sem að enginn eða fáir allavega bjuggust við. Þar reikna með áætlun upp á, ég menn að skjóta 50 til 70 milljónir án ábyrgðar. En þetta klálega verkefni sem varð að fara í. Það var ekki tækt að komast hjá því að þegar var verið að gera vissa hluti þá bara pompaði platan niður og kom í ljós að þar var holrum undir og vatn og hluti sem varð að laga. Og þar að leiðandi ekkert hjá því komist. Grundaskóli Sjálma, 3. lið, fundargerð, að þar ákvað við að við ætlum að fara á næsta fundi sem þá á mánudaginn næstkomandi, stefnum að 4:30 að fara í vettvangsskoðun og eins og kemur fram að bæjarfulltrúum verði boðið með á heimsókn og búin að biðja starfsmenn sviðsins að koma með boð, senda það til alla bæjarfulltrúum boð að mæta þangað þeir sem eiga kost á því og það sem verður farið yfir svæðið okkur sýnt hvernig framkvæmdir ganga og hver næstu skref eru og þess háttar. Ég held að sé rétt að í lið 5, sólskáli, hönnun, glæsilegt framtak hjá þeim arkitektanemum Kára Arnarsinni og Brynjari Magnúsinni, en því miður þá gátum við ekki orðið við þessu að stöddu. Endurgerð gatna, það alveg rétt sem bæjarfulltrúi bendir á að ástandið ekki gott núna eins og hefur verið síðustu ár.
þetta er ekkert nýtt en ástandið er eins og Akranesvegi sem er önnur innkeyrslan í bæinn á norðanverðu að er bara virkilega slæm og þar af leiðandi verðum við bara einfaldlega að fara í þessa framkvæmd. Við getum ekkert hortið framhjá því. Það hefur verið sett lag ofan á veginn sem er allt og þunnt og við skoðum það að fara aftur í þá framkvæmd. Það er bara því miður bara plástur og þess vegna viljum við fara í þetta alla leið. Ég mun koma aðeins betur og eftir varðandi fjárhagsliðina. Einnig kom fram, við fjölluðum úrgangsþjónustuna hjá okkur og þar varðandi útboðsgögnin, varðandi sorpílátinn, það var kynnt fyrir okkur og ætlum að fara hjól í og einnig kemur fyrir á fundinum undir 8. lið þar sem við tókum fyrir áðan getum alveg komið með það fram hérna að við vorum að vinna þessa umsögn að reyna að keyra hann í gegn hjá okkur á ráðinu til þess að hún kæmi fyrir bæjarstjórn. Við vildum kannski aðeins laga orðalagið og þá sáum við þannig leika á borðið að færa þetta yfir í bæjarráð þar sem fundar hún á föstudaginn og treystum oddvitann að laga kannski það sem við sáum að mætti aðeins kannski mögulega betur fara og geta sendið þetta frá okkur sem bæjarstjórn og frá hönd Akraneskaupstaðar. Það er hlutur sem við vitum öll af og þetta kannski er einn af þessu fylgifiskum að við erum vinsæl. Við náttúrulega erum áberandi glæsileg þá íbúarnir hérna og þar af leiðandi flykkjast náttúrulega fólk á Akranes og við vorum vinsæl fram eftir ári og það er náttúrulega því miður þá endar þetta stundum svona. Það er enginn að segja að það sé í lagi en auðvitað hefur við geta gert betur og lagað þetta og við ætlum að gera það og varðandi kostnað og hver þarf að greiða og allt það er svo sem að við eigum eftir að skoða. Fjárfesting á framkvæmdaáætlun og það sem að Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi kemur inn á að varðandi fjárhagsliðina. Allt kostar þetta peninga. Sumt komumst við ekkert hjá eins og með leikskólan og götur. Þetta getur alveg sleppt götunum, það er ekkert lífsspursmál þó að séu holur og svoleiðis en það er bara, við vitum bara hverja kröfurnar eru hjá bæjarbúum og okkur sjálfum og við viljum hafa þetta í betra standi en þetta er og hefur verið og við þurfum að halda áfram. Inn í fjárfestinga og framkvæmdaáætluninni eru rúmar 300 milljónir ef ég man rétt, það er ekki með plaggi fyrir rami í uppkaup á íbúðum, á húsnæði bæjarins, sem bærinn ætlaði að kaupa, sem að við höfum hugsað í ákveðið verkefni. Það er ekkert komið á stað ennþá sem ég best veit og þar allavega getum við klipið að peninga. Þannig að auðvitað er hægt að velta þessu fram og tilbaka en við allavega svona fljótu sáum við þetta þarna. Þetta er eiginlega óumflýjanlega framkvæmdir að fara í. Eins og kemur þarna fram að þetta verður aftur tekið fyrir á næsta fundi þar sem við ætlum að halda áfram og þetta er ekkert hægt. Og þetta er svo sem plagg sem er alltaf í vinnslu. Hvað er
hlutur sem við ætlum að gera og hvað við náum að gera og hvað ekki. Stundum þurfum við að fá verkefni í hendurnar sem við komumst ekki hjá að sinna eins og með Brekkubæjarskóla. Og þá þarf að gera það og auðvitað kostar það peninga. Fyrir Guðmundur Ingvar. Borðið laust að nýju. Þetta þú Sædís Alexía, eins og. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Það langar nú að koma þetta upp líka undir fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Og nokkur máli, byrja á máli 1 að tekja undir það sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar fór yfir varðandi þennan fund og það sem kom okkur svolítið á óvart á þessum fundi. En við náttúrulega reynum bara að vinna áfram með þennan þátt. Þetta er greiðlega mikilvægt verkefni fyrir okkur eins og við höfum rætt oft hér í þessum hópi og opinberlega. Mikilvægt fyrir okkur að tryggja það að við séum í sömu vegferðinni og sem við vinnum þetta saman. Þannig að það var svolítið kannski smá svona högg sem kom þarna í þetta verkefni, upplifum við þarna á þessum fundi, en ég trúi því að við komumst einhvern veginn áfram með þetta og vinnum þetta í sátt og samlyndi með þessum hagsmunaaðilum sem við erum búin að hafa inn á borði í þessu verkefni, bæði frá IA og KFÍA og svo mun náttúrulega fleiri koma að þegar við nálgumst verkefni með dýpri hætti og svo við förum yfir í sundi og svo framvegis. Þannig að við sjáum hvort það rætist nú ekki úr þessu. Tek undir með kollega mínum bæjarfulltrúa Lífásu Kasta varðandi lið 5. Vissulega hefur verið gaman að geta orðið við þessu erindi. Þetta er mjög skemmtilegt verkefni en þetta kallaði á aukinn fjárútlát hjá okkur og þess vegna leiðbeinum við þeim að fara þessa vegferð. Þetta er kjörið verkefni sem á heima þarna inni og íbúar geta þá kosið það þegar við förum aftur á stað með okkar Akranes. Varðandi síðan fundarlið 6, endurgerð gatna. Þetta er mál sem kemur alveg ítrekað, hvort sem formlega dagskrá, utan dagskrár inn í umræðuna í skipulags- og umhverfisráði. Það hefur verið skorið svolítið á þetta fjármagn hjá okkur núna, varðandi viðhald á götum, bara út af því að við erum í stórum fjárfestingarverkefnum, en einhvers staðar verðum við að mætast með það. En það eru þarna nokkru vegir sem við erum að reyna að koma í ákveðin farveg og til að mynda Akranesvegurinn sem er einn af okkar aðilum kom inn í bæinn bara hrikalega illa farinn, sá vegur hjá okkur og ekki skemmtilega aðkoma að þú ert að keyra inn í bæinn hjá okkur. Þannig að þetta var svona okkar tillaga að hækka þennan lið en líka með hliðsjón af því að við erum að taka upp áætlunina eins og hún er. Þetta var svona raun og veru skilaboð inn í þá vinnu hvort við gætum reynt að finna þessa fjármuni til þess að fara í aðeins meiri viðhald á götum sem vissulega verið að kalla eftir af okkar íbúum eins og svo margt annað. Þannig að við berum vonir til þess að það sem bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar kom inn á, kollegi minn í ráðinu, að við getum fundið svigrúm, þannig að við erum ekki beinlínis að hækka áætlunina en við erum að mæta þá með því að finna fjármagn eins og sviðstjóri skipulags- og umhverfisráðs er oft góður að gera til þess að tryggja aukna fjármuni í þetta verkefni og eins og með leikskólann. En aðeins varðandi þessar kennslustofur og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á varðandi bókun Bæjarráðs frá 29. febrúar. Þessi bókun barst aldrei inn í skipulags- og umhverfisráð, bara svo það sé sagt. En það þarf að tryggja þannig að þetta sé að koma þá verið líka inn í ráðið. Þannig að það var kannski ekki almenn vitneskja það að þetta ætti að rúmast innan áætlunar og ekki búið að taka formulega fyrir til þess að finna þá því sess. Við erum bara núna nýlega. Þannig að ég segi kannski 1,5 mánuður frá því að bókunni Bæjarráð kemur þar til við tökum þetta fyrir hjá okkur kannski ekki alveg
alveg að gera sig. Þannig að við þurfum aðeins að skerpa á þessu þegar svona ákvarðanir teknar að þetta komið þá inn í ráðið til okkar líka. Varðandi síðan tjaldsvæðið og það sem forseti okkar kom inn á varðandi dren og skurði og svo framvegis, þá búið að fara þarna fram viðhald til þess að reyna að drena svæðið betur. Það var gert þarna fyrir einhverjum, langar að segja 2-3 árum síðan, það sem var bætt þarna úr. En það sem við erum kannski horfum, það sem blasir við okkur að þetta ekki lengur tjaldsvæði. Það ekki verið að tjalda tjöldum. Þarna eru þungir húsbílar og alls konar tegundir af húsbílum sem eru komin á svæði til okkar og þetta mest megnis gras. Þannig að þegar veðrið þannig að það regnir mikið og það blautt, þá verður þetta bara sóðalegt. Bara drulla og sóðalegt sem verður þarna á svæðinu. Í skipulagi sem við eigum tjaldsvæði þá erum við búin að móta miklu betur ákveðin bara svona bílastæði þar sem við erum ekki einungis að horfa á gras. Við erum með grassteina, við erum með hellir, við erum með möl og svo framvegis. Þannig að og svona bland við grasræði þetta, en þannig erum við þá að búa til aðeins svona fallegra umhverfi fyrir þá þessu þungu húsbíla sem eru að koma, eða hjólhýsi og svo framvegis sem eru að koma inn á svæði hjá okkur. Allt svæði okkar bara gras. Þannig að þetta áskorun sem verður til staðar á meðan við erum ekki að gera neitt. Og við höfum í raun og veru eftir að við samþykkjum deiliskipulagið fyrir tjaldsvæði, við höfum ekki sett neina fjármuni í þetta, þessu bregðast þessu. Við höfum eiginlega bara verið að plástra síðustu ár. Og ég tala svona af smá reynslu þegar kemur að tjaldsvæðinu. Þannig að það vissulega að mörgu að huga þegar þessu kemur. Við höfum vissulega enda bætt úr salernisaðstöðum og svo framvegis. Þannig að en það aðeins að taka þarna. En við erum fullvissum það að Jón garðyrkjustjóri komið þarna með einhverjar tillögur lagfæringar sem þá í takt við núgildandi samning við rekstraraðila sem á svæðinu. En já. Ég held að vera ekki meira sinni. Takk fyrir mig. Fyrir fulltrúi sætis þar að segja Sigurmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir eru engar hendur á lofti. Ljúkum við umræðu þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Bókaverður að hún hafi verið lögð fram. Fleira ekki á dagskrá þessa fundar. Þakka bæjarfulltrúum fyrir virkilega góðar umræður á þessu fundi og mjög góðar og brýnar ábendingar í ansi mörgum málum sem við fengum á þessum fundi. Og þakka bæjarstjóra samanskapi fyrir hans innlegg, fyrir yfirferð á ásækningi og fleiri mál. Segi þessu fundi slitið.